tekur til máls og hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Frú forseti, rúmum 3 mánuðum eftir kosningar blasir við býsna merkileg og óvenjuleg mynd. Ef miðað er við könnun MMR frá því í gær hafa stjórnarflokkarnir misst 30% af fylgi og stjórnin nýtur aðeins stuðnings þriðjungs kjósenda 40 dögum eftir hún tók við. Í síðustu Gallup-könnun er veruleikinn svo enn svartari. Aðeins fjórðungur landsmanna styður ríkisstjórnina, mest tekjuhæstir karlmenn. Í nýlegri könnun MMR er líka spurt hvort íslenskt samfélag sé að stefna í rétta átt. Og þeir sem höfðu áhyggjur af spillingu í fjármálum og stjórnmálum, fátækt og félagslegum ójöfnuði, viðhaldi velferðar- og heilbrigðiskerfisins eru langlíklegastir til þess að svara því að Ísland sé á rangri braut. Hæstv. forsætisráðherra getur því ekki afgreitt þessar áhyggjur meirihluta Íslendinga sem hughrif eins og hann gerði í stefnuræðu sinni fyrir skömmu. Ráðherra hefur margsinnis vísað því á bug að hann hafi leynt skýrslum til þess að hafa áhrif á úrslit kosninga og hann hefur sagt að ekkert efnislegt benti til þess að slíkt hefði gerst. Af hverju nefni ég skýrslurnar í þessu samhengi? Jú, vegna þess að hér lýsir meirihluti þjóðarinnar verulega þungum áhyggjum einmitt af þeim þáttum sem voru í skýrslunni. Hvernig öflum við tekna og hvernig skiptum við gæðunum. Önnur skýrslan sýndi hvernig efnaðir Íslendingar komu peningum í öruggt skjól og losnuðu þannig við að leggja réttmæta peninga til samneyslunar og hin sýndi hvernig best stæði hluti landsmanna naut svokallaðra leiðréttingar í ríkari mælum en aðrir. Sem sagt, skýrslurnar tvær snerust spillingu, misskiptingu og félagslegan ójöfnuð. Og þess vegna hlýt ég að spyrja, deilir hæstv. forsætisráðherra áhyggjum meirihluta þjóðarinnar af þessum þáttum og ef svo hvernig hyggst hann bregðast við? En ef ekki, hann þá enn þeirrar skoðunar að upplifun fólks byggi á hughrifum eða áhyggjur snúist að einhver hluti þjóðarinnar sé haldinn einhverri geðveiki eins og hann komst svo smekklega að orði í kryddsíldinni. Þá tekur til máls hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég veit ekki hvar maður á að byrja þessa umræðu. Hér verið að vísa í mín orð hughrif og þar var ég að tala þau hughrif að það hefði rofnað samfélagslegur sáttmáli í þessu landi og snúið síðan út úr því eins og menn vilja. Ég nenni ekki í raun og veru elta ólar við það þegar snúið er út úr orðum hans. En skoðanakannanir, við getum rætt skoðanakannanir hér í þingsal, það er kannski efni í langar umræður að taka þær þá bara reglulega. Þær koma svona 3 í mánuði. Fyrir rétt tæpu ári síðan voru Píratar með 40%. Nú er annar flokkur að mæla stærstur í sömu könnunum og aðrir flokkar í öðrum. Ég veit ekki hvort að það gagnast mikið þjóðfélagsumræðunni að velta fyrir sér skoðanakönnunum. En í þeim tölum sem hv. þingmaður tekur hér saman þá sleppir hann að geta þeirra sem að taka ekki afstöðu eða eru þeirra skoðunar að þeir séu hvorki með eða á móti. Og þegar spurt hvort ég hafi skipt skoðun varðandi þær skýrslur tvær sem hv. þingmaður er að velta upp hér, þá vil ég bara leyfa mér að vekja athygli á því að það verða sérstakar umræður þau mál hér síðar í dag þar sem hv. þingmaður getur látið til sín taka. Og ég fagna tækifærinu til þess að ræða áhrif leiðréttingarinnar og ég fagna sömuleiðis tækifærinu til þess að setja mín sjónarmið fram varðandi hin málin. En hv. þingmaður getur verið alveg rólegur yfir því að ég ekki að missa svefn yfir því hvernig skoðanakannanir standa. Annað af þessum fyrirtækjum sem að vísa til, það mældi fylgi við minn flokk undir 22% 3 dögum fyrir kosningar þegar við endum í 29. Þá tekur til máls að nýju hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Virðulegur forseti, skoðanakannanir segja auðvitað ekki neitt sannleika en þær öftruðu ekki hæstv. forsætisráðherra fyrir nokkrum árum síðan að krefjast þess að þáverandi ríkisstjórn skilaði lyklunum þegar hún mældist með 32–3%. Og ég spyr, ætlar forsætisráðherra að skila lyklunum núna? Mín spurning snýr að því
Hæstv. forsætisráðherra hefur skrifað upp á aðgerðir í húsnæðismálum, í innviðauppbyggingu og öðru slíku. Mun hann taka alvarlega áhyggjur meirihluta þjóðarinnar og hvernig ætla menn að bregðast við þeim? Eða telur hann að þetta séu bara hughrif? Og hughrif hverja þá? Það tekur til máls að nýju hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, við ættum kannski að taka lengri tíma í að ræða þá ríkisstjórn sem hv. þingmaður kemur hér og tekur upp hanskann fyrir. Þá sem lagði fyrir þjóðina samningan Icesave og fékk 98% þjóðarinnar á móti sér. Og þegar að sú ríkisstjórn hafði fengið 98% þjóðarinnar á móti sér í atkvæðagreiðslu og hafði að öðru leyti gjörsamlega mistekist það ætlunarverk sitt að reisa hér skjaldborg heimilin og standa fyrir norræna velferð, já, þá var ég þeirrar skoðunar að hún ætti að fara frá. En reyndar var það ekki samþykkt hér í þingsal, en það gerðist bara við næsta tækifæri, sem var við kosningarnar. Þá var þeim tveim flokkum gjörsamlega hafnað, svo eftirminnilega að það fer í sögubækurnar. Og reyndar var hv. þingmaður sem er í forsvari fyrir Samfylkinguna, já, honum væri kannski nær að minnast þess að fallið það bara hélt áfram. Það bara hélt áfram. Kannski út á svona málflutningi eins og hér er boðið upp.